settur í bæjarstjórn Hveragerðis eftir 527. fundur bæjarstjórnar og haldinn í fjarfundi á Teams þann 27. nóvember 2020 kl. 17. Fundinn sitja Eyþór H. Ólafsson, Friðrik Sigurbjörnsson, Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Njörður Sigurðsson, Þórunn Pétursdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Helga Kristjánsdóttir sem ritar fundargerð. Einhver athugasemd við fundarboð? Enginn gerir athugasemd. Þá ég með smá dagskrárbreytingartillögu, það að segja við dagskrána bætist frá áðurboðaðri dagskrá liður 13 opnun tilboða eða verkhönnunar í verkið Tæknirými Hamarshöll. Tölusetningar annarra liða dagskrána breytast þá til samræmis við þetta. Við samþykkt þessu. Það samþykkt samhliða. Fyrirgefðu Eyþór, þetta á að vera liður 11. 11, ok. Það líka þarf að laga þarna fundargerð ritaði. Þá það göngum við til dagskrá, það sem sagt fundargerð bæjarráðs frá 19. nóvember 2020 og þar tökum við sérstaklega liði 5, 9 og 10 og byrjum þá á lið 5 sem bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti og það hefur framlengt heimild til sveitarstjórnar til að víkja frá tilteknum ákvæðum sveitarstjórnarlaga til að tryggja starfshæfi sitt og auðvelda ákvörðunartöku við stjórn sveitarfélaga til 10. mars 2021. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber hann eftir samþykkt að liðu 5. Hann samþykktur samhljóða. Þá það liður 9, það bréf frá sjóðnum Góða frá nóvember 2020 og það sem sagt í bréfinu óskar sjóðurinn Góði sem samstarfsverkefni félagasamtaka í Árnessýslu eftir fjárframlagi og bæjarráð samþykkti sem sagt að leggja til við bæjarstjórn að sjóðurinn Góði verið styrktur 100.000. Orðið laust. Njörður, kjörsvör. Já, forseti, bara tæknilegt atriði. Lið númer 8 bréf frá Stígamótum þar sem jafnframt óskað eftir fjárstuðningi. Þarf ekki að taka það líka sérstaklega fyrir, eins og þennan lið? Jú, það lítur að vera. Nei. Er það ekki? Nei, af því að það þegar komið í fjárhagsáætlun. Já, ok. Það fyrir samþykkt þar en sjóðurinn Góði fyrir utan fjárhagsáætlun. Ok, takk samt Njörður. En enginn kveður sér hljóðs að öðru leyti, þannig að ég ber þennan lið 9 upp til samþykktar, samþykkt samhliða. Þá það liður 10 í fundargerð bæjarráðs sem þá minnisblað frá bæjarstjóra vegna vetrarbrautar í Hveragerði. Bæjarráð samþykkti sem að taka tilboði Ice Bike Adventures EHF að kanna leggja kynna og sjá vetrastíg í Hveragerði og svo framvegis. Orðið laust þetta. Enginn vill tjá sig þetta, þá ber ég þennan lið 10 upp til samþykktar. Samþykkt samhliða. Þá orðið laust fundargerð bæjarráðs að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber hana upp til samþykktar og hún samþykkt samhliða. Þá það liður 2 í fundarboði bæjarstjórnar og það bréf frá nefndasviði Alþingis frá 17. nóvember 2020. Þar óskar umhverfis- og samgöngunefnd eftir umsögnum frumvarp til laga um breytinga á lögum náttúruvernd númer 60 frá 2013. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber það. Já, þetta bara lagt fram til kynningar. Og þá það bréf frá nefndasviði Alþingis frá 18. nóvember 2020. Þar óskar velferðarnefnd Alþingis eftir umsögnum tillögu til þingsályktunar húsnæði, örorkulífeyrisþega 187. mál, orðið laust.
Engin kveðs í ljós, þannig að þetta lagt fram til kynningar. Þá liðið 4 bréf frá nefndasviði líka 18. nóvember og þar óskar velferðarnefnd eftir umsögnum tillögu til þingsályktunar búsetu öryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. Orðið laust þar. Engin kveðs í ljós, þannig að þetta lagt fram til kynningar. Þá það liðið 5, það bréf frá nefndasviði Alþingis frá 18. nóvember líka. Og þar óskar atvinnuveganefnd eftir umsögnum frumvarp til laga fiskeldi, vannýttan lífmassa í fiskeldi. Orðið laust. Eigum við landkrabbarnir ekki að álykta eitthvað um þetta? Þessum ályktum þetta, sko. Fyrir ekki að forseti hér að voru örlítil mistök, við ætluðum náttúrulega ekki að hafa þetta á dagskrá. Nú, ok, ja. En af því þetta var komið inn, það var ekki hægt að taka það út. Bæjarstjórinn gleymdi sér. Takk fyrir þetta. Allavega bara, þetta er skemmtilegt mál. Við getum samt haft einhverja skoðun svo sem, Friki. Nei. Herðu, þetta er lagt fram til kynningar. Það er fiskeldisstöð í Hveragerði, við gleymum okkur alveg. Já, já. Niður á Öxnalegg. Það er ekkert vannýtt þar. Þá það liðið 6, bréf frá nefndasviði Alþingis líka 18. nóvember, það er mikið að gera þann dag. Þar óskar umhverfis- og samgöngunefnd eftir umsögn frumvarp til laga breyting á skipulagslögum og uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis. Orðið laust. Engin kveðs í ljós, þannig að þetta er lagt fram til kynningar. Síðan liðið 7, það bréf frá nefndasviði Alþingis 19. nóvember. Þar óskar allsherjar- og menntamálanefnd eftir umsögnum frumvarp til laga breyting á lögum skráningu einstaklinga. Þetta er semst fjallar sveitarfélag fyrsta lögheimilis. Orðið laust Njörðurgjörsvel. Já, forseti. Mér langar að leggja til að við hvetjum til þess að þetta verið samþykkt. Og svona, ég nefndi það hér daginn þegar við fundum varðandi fjárhagsáætlun að fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar held ég að það sé ósælega gott að geta séð hvernig íbúafjöldi skiptist niður á, eða fæðingar skiptast niður á sveitarfélögin en ekki endilega á þessu örfái sjúkrahús þar sem börnin fæðast, heldur hver fyrsta lögheimili skráð. Og þannig var það áður, þannig að það er hægt að rekja það nokkuð nákvæmlega eftir sveitarfélögum hvar börnin fæddust, en það er eiginlega ómögulegt í dag út af þessari skráningu. Þannig að mér langar að athuga hvort að bæjarstjórn hafi ekki áhuga á að taka undir þetta fína frumvarp. Sjálfsagt. Þetta er bara gott mál í sjálfu sér. Helga, ef ekki bara bæjarstjórn Hveragerðis hvetur alþingismenn til að samþykkja frumvarpið, Bryndís tóttið út. Velkomin aftur. Já, takk. Aldís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég er alveg sammála þessu. Mér finnst þetta ágætis frumvarp og ég tek undir með niður því að það væri bara jákvætt að við myndum hvetja til þess að það yrði samþykkt. Ég held að það geti ekki verið neitt sem kemur í veg fyrir að þetta væri gert, ekki nema kannski lengt á einhverjum línum í tölvukerfum. Og það væri auðvitað ánægjulegt að fá að vita hvar börn eru búsett þegar þau fæðast, en það sé ekki allir skráðir á þessar örfáu fæðingarstofnanir sem eru starfræktar í dag. Þannig að það er spurning að við myndum leggja til að Alþingi að það veiti þessu frumvarpi brautargengi, því að ég var nú bara að hreypa það niður það sem Njörður sagði, því að það hlýtur að vera gott að fyrir liggi upplýsingar um það hvar börn fæðast í dag, í hvaða sveitarfélögum börn fæðast í dag, en ekki séu eingöngu skráð fædd á þessum örfáu fæðingarstofnunum sem í dag eru starfræktar, eitthvað svona. Þú voru að senda Helgu þetta. Njörður, gjörðu svo vel. Takk, Aldís. Það er spurningum að segja kannski ekki hvar þau fæðast heldur hvar fyrsta lögheimili þeirra er skráð. Eða hvar fyrsta lögheimili þeirra er skráð. Ég held að veri þannig. Á ég ekki að skrifa þetta og setja þetta í tjattið og við getum þá skoða þetta þar. Já. Helga, þú getur kópierað þaðan eða ekki og sett inn. Og meðan Jóhanna gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tek undir þetta.
en það náttúrulega einmitt eðli máls samkvæmt þá eru sum börn sem fæðast heima á sér og þau kannski fá það skráð að þau fæðist heima í heimahúsi en ég tek undir þetta að þessa tillögu þína. Það var gott mál. Einhverjum eftir textanum. Það henda þessu hérna inn. Er þetta ekki frumvarp? Bæjarstjórn tekur undir frumvarpið og hvetur Alþingi til að veita því brautargengi. Hvar er þetta? Það hlýtur að vera jákvætt að fyrsta lögheimili barns sé skrásett en ekki eingöngu fæðingarstaður sem í dag eru örfáir á landinu allu. Er ekki bara allir sáttu við þetta? Það er sem sagt samþykkt samhljóða að setja þessa ályktun inn í bókun. Þá er það næst liður 8. Það er sömuleiðis bréf frá nefndasviði frá 19. nóvember og það óskar Alþingis og menntamálanefnd eftir umsögn tillögu til þingsályktunar menntastefnu 2020-2030. Voru þeir laust? Engin kveðis í ljós, þannig að ég ber það. Já, þetta er bara lagfærandi kynningar. Síðan kemur... Ég held að Jóhanna sé að biðja orðið. Já, fyrirgefðu. Já, gjörðu svo vel kennarinn, hún verður að... Já, forseti, ég bara, mér finnst þetta bara mjög metnaðarfull og flott menntastefna. Ég bara legg til að við fögnum þessu. Já. Þú veist, við getum svo sem bara þeir ráðu hvað ég gerði, en mér finnst þetta allavega bara framfara skref. Ég var að hugsa að fara að segja, sko, hún er mjög flott og þarna, þetta auðvitað bæði tímabært og gott plagg, en maður óttast alltaf einhver kostnaðaráhrif eða við að vippa einhverjum skildum yfir á sveitarfélögin, þannig að mér datt til hugar að við myndum svona hafa það bak vera líka. Ef að bóka eitthvað það meinar, eða? Nei, ég veit það ekki. Annars ég var ekki að fagna þessu. Fyrirgefðu, Já, forseti, út af því að bæjarfulltrúi Frjálsarmur Franzóns að hér verður framfaraskrifaraðið, þá velti ég fyrir mig hvort hún geti nefnt breytinguna frá fyrri menntastefnu til þessarar, svo við áttum okkur á framfaraskrifinu. Jóhanna, gjörðu svo vel. Takk Njörður. Já, forseti, takk fyrir ábendinguna Njörður. Kannski var þetta ekki rétt orðað með framfaraskrif, þetta kannski er bara dreggt það tilbaka. Mér finnst þetta rauninni bara, mér finnst hún samt svo skýr og bara metnaðarfull og svona markmiðin í henni bara faglega og flott, sko. Þannig að ég bara ég ætla ekki að gera lítið úr öðrum stefnum en þú veist, mér finnst bara gott að við séum alltaf að endurskoða hlutina og reyna að gera vel þegar kemur að menntamálum. Takk Jóhanna. Aldís Kjálsson. Já, og auðvitað er það alveg rétt. Þetta er mjög metnaðarfull stefna og hún er sko ekkert unnin í ráðuneytinu, þetta er náttúrulega afrakstur gríðarleg samráðs við fræðslu fólk í landinu á öllum stigum, þannig að þetta er það jákvætt og þarna, en þetta er ekki fyrsta menntastefna sem er sett, þannig að, en allar eru það góðar. Takk Aldís, Njörður, Kjálsson. Já, forseti,
Ég velti fyrir mig hvort að þetta sé eitthvað mál, menn þetta náttúrulega snertir stórt verkefni á sveitarfélögum, hvort að þetta sé eitthvað mál sem við eigum að vísa til fræðslunefnda til nánari skoðunar, hvort að við viljum hafa eitthvað sérstakar skoðanir á þessu. Hvað gefinn langur tími í þetta? Það örugglega til 3. desember fyrst að ég læti þetta inn í bæjarstjórnina, sko. Alveg pottþétt. Þetta náttúrulega mál sem búið að fara í samráðsgátt stjórnvalda áður. Þetta var í henni, var það ekki, já. Jú. En mér finnst svo sem sko, fræðslunum nær ekkert að gera neitt, það á að skila umsögnum fyrir 3. des, en mér finnst samt þetta góð ábending, fyrir ekki að ég tek orðið, að senda hana bara til upplýsingar inn í fræðslunefnd. Já, ég var að bóka það, eða? Já. Bæjarstjórn, já, sendir fræðslunefnd frumvarpið til, stefnuna til umsagnar eða til kynningar. Nærðu þessu, Helga? Hún nikkar höfðinu, þannig að hún getur hún alveg. Það er spurning hvort við samþykkja að bókunum verði bara lagt fram til kynningar, bæjarstjórn samþykkir að senda fræðslunefnd tillöguna til kynningar, því þau geta ekki sett umsögn. Já, bara til kynningar, já. Samþykkt. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 9, það er skipulagsmál Náttúrulækningafélags Íslands, norðurhluti. Og það er sem sagt lagt fram erindi frá Náttúrulækningafélagi Íslands þar sem félagið óskar eftir því að hefja samtal við bæinn sem sagt eða bæjaryfirvöld breytingu á aðalskipulagi á norðurhluta lóðar þeirra og aðliggjandi svæðum, það er að segja Farakvammstún og tjaldsvæði. Mér er erindi sent í framhaldi af hönnunarsamkeppni sem fyrirhugaða uppbygging á lóðum HNLFÍ og þeirri yfirlýsingu sem bæjarstjórn gaf á fundi sínum þann 4. október 2018. Það sem samþykkt var að bæjarstjórn væri tilbúin til viðræðna afnot heilsustofnunar af lóðinni allri eða hluta hennar að því tilskylda framkomi raunhæf áform sem falla að framtíðarhugmyndum bæjaryfirvalda nýtingu lóðarinnar og sem tengjast og eða styrkt geta aðra uppbyggingu heilsustofnunar í Hveragerði. Og það er spurning hvort ég á ekki að lesa hérna tillögu að bókun. Áður en við ræðum þetta. Það sem grundvallarbreytingu á aðalskipulagi Hveragerðisbæjar er að ræða, þar sem frístundasvæði og opið grænt svæði er breytt í íbúðabyggð, er nauðsynlegt að hefja nú þegar vinnu við að kanna vilja bæjarbúa til að þessi breyting verði gerð og að kanna hvaða valkostir aðrir er í stöðunni varðandi þá þjónustu sem þegar er við Reykjamörk. Krefst sú vinna góðs undirbúnings og samtals við bæjarbúa. Bæjarstjórn samþykkir að fela skipulags- og mannvirkjanefnd að hefja þá vinnu en ljóst er að undirbúningur getur tekið tíma enda er mikilvægt að vanda verði til vinnunar. Bæjarstjórn lýsir í þessu samhengi yfir mikilli ánægju með fyrirhuguð áform uppbyggingu íbúðabyggðar á suðurhluta lóðar HNLFÍ og hvetur til þess að sú uppbygging hefjist hið fyrsta. Orðulaust. Þau eru meginlega að tvítaka þarna finnst mér vanda vinnu. Það hljómaði allavega þannig þegar ég las þetta. En orðulaust þetta. Ég trúi ekki að þau viljið eitthvað segja þetta. Jæja, Aldís Björnsvöld. Já, forseti. Það er kannski skiljanlegt að það þurfi ekki að tala mikið þetta því að í þessari tillögubókun er gert ráð fyrir að við hefjum þetta samtal. Það er þetta stórt skref að stíga að breyta aðalskipulagi úr frístundasvæði og opnu grænu svæði yfir í íbúðabyggð og það er ekkert gert bara svona með einni ákvörðun bæjarstjórnar. Við þurfum að fara í þá vinnu að kanna hvernig við gerum þetta best, hvort að þessari þjónustu sem þarna er í dag sé hægt hvort þess að koma inn í fyrir einhvers annar staðar og þá hvar og hvernig. Þannig að það eru mörg álitamál sem þarf að spyrja sig og svara
áður en hægt að segja að við ætlum að starta deiliskipulagsbreytingu. En það breytir því ekki að bæjarstjórnin er búin að gefa grænt ljós á að skoða þetta. Þannig að ef við finnum lausnir á þeim viðfangsefnum sem að fylgja þessu og bæjarbúar eru sáttir við breytingarnar og ekki koma fram stórar athugasemdir í ferlinu, að þá þetta vegferð sem við erum þá að hefja. Ef þið heyrðuð að það voru örugglega 3 eða 4 ef í þessum setningum hjá mér. Þannig að við erum í rauninni að efna það sem að við lofuðum. Við erum að fara að skoða þetta og kanna með hvað hætti við getum gert þetta. Og svo það auðvitað ekkert leyndarmál að ég hef til dæmis sagt, svo það komi bara fram, að mér þykir enda mjög vænt Fagrahvammstúnið, enda bý ég þarna. En maður veit líka að status quo ekki valkostur í þessu lífi. Þannig að bara sem bæjarfulltrúi og íbúi í Hveragerði, þá get ég alveg séð fyrir mér einhvers konar notkun á þessu svæði sem skilar meiru til samfélagsins heldur en tjaldsvæði og hjólhýsasvæði. Því að við vitum það líka, þó að með þeim komi ákveðin velta til þjónustuaðila, þá eru þau ekki að greiða hvorki fasteignagjöld eða skatt og skyldur til bæjarins sem að íbúar á þessu svæði myndi gera. Og svæðið þetta í miðbænum, alveg kloss í miðbænum, besti staður í bæjarfélaginu. Þannig að okkur er bara skylda til að skoða þetta og þessi tillaga held ég svona passleg í þá veru. Já, takk fyrir þetta. Þetta bara fer í vandaferli og íbúa fundi og svoleiðis. Má ég aðeins bæta við, Eyþór? Já. Sko, og væri kannski gaman að heyra eitthvað skoðun á því. Ekki þarf fyrir þetta fer auðvitað í nefndina, en það er gott fyrir nefndina að hafa eitthvað veganesti. Sko, mér fannst mjög skemmtilegt ferli þar sem að þeirri skipulagsvinnu var startað með íbúafundi sem var vel auglýstur og fullt af fólki mætti á og var skipt upp í svona heimskaffi fyrirkomulag. Þannig að einhvern veginn sér maður fyrir sér að þessar breytingar sem þarna verið að leggja upp með, að það er byrjað á viðræðunum með einhvers konar þannig hætti. Takk Aldís, Njörður Gleifsson. Já, forseti, ég tek bara undir það. Ég held að fríðarstaða fyrirkomulagið, við getum orðað þannig að það hafi bara verið ákaflega farsælt og við sáum að íbúar hafa áhuga á þessum málum og að þeim ekki sama hvernig til dæmis skipulagsmálum háttað eins og til dæmis á friðarstaða landinu og ég held að það sé eins með Fagrahvammstúnið að fólk ekki alveg sama hvað gerist þar eða hvernig starfsemi komið þar eða hvernig hún verður samsett og hvernig byggðin muni líta út og þannig að ég held að það sé bara ákaflega farsælt að byrja með samráðið íbúa og ég styð það. Takk Njörður, Bryndís Gleifsson. Já, forseti, ég alveg sammála ykkur. Mér fannst þetta skipulega þegar við vorum með friðarstaðina ofsalega skemmtilegt og skilvirkt og það bara ótrúlega dýrmætt að hafa bara bæjarbúa með sér í svona stórum ákvörðunum. Þannig að ég held að við ættum alveg klárlega að gera það og skipulagið á þeim fundi var ofsalega gott að geta labba svona á milli borða og svona, það voru svona margar raddir sem fengu að heyrast þarna og við erum alveg, og mér fannst alveg við taka mjög mikið mark á því sem að var komað fram og vel lesið í það sem kom fram á þessum fundi. Takk. Takk Bryndís. Jóhanna, getur vel. Já, fundarstjóri, ég bara tek undir það sem hefur komið fram og mér fannst þetta fundafyrirkomulag mjög skemmtilegt og íbúar höfðu áhuga á því að hafa áhrif og koma sínum skoðunum á framfæri og ég líka tók þátt í þessum fundi, einmitt fekk að tækifæri að vera hópstjóri og maður fann það svo áþreifanlega hvað fólk hafði mikinn áhuga að koma sínum skoðunum á framfæri og það skemmtilega við þennan fund líka var að fólk viðraði alls konar hugmyndir en var svo sammála svona grófa skipulagningu á reitnum sjálfum, svona í heildina. Það var þetta svo, já, það var eiginlega það sem kom svona skemmtilega óvart að fólk hafði þessa svona náttúrulegu ímynd svolítið og það verður áhugavert þá að við gerum einmitt það sama, að sjá hvað fólk hefur það að segja. Þannig að ég bara tek heilshugar undir þetta.
Já, þessa tvískiptingu í rauninni á nýtingunni eða þannig að þetta væri, já. Þórunn Gjörsvel, takk Jóhanna. Forseti, kæra þakkir. Mér langar að byrja á að fagna því að heyra bæjarstjóra og aðra taka svona jákvætt í og minna okkur á hvað þessi fundur heppnaðist vel og vilja halda þess áfram. Af því að þetta var nú eitt af bara Hveragerðis í síðustu kosningum að það var aukið íbúalýðræði og var í raun og veru þannig sem þetta kom til svo hjá okkur að við myndum fara út í þennan fund og ég hvet okkur öll til að vinna meira með þetta konsept. Aukið íbúalýðræði, það skilar okkur alltaf betri útkomu. Þannig ég fagnaði líka að heyra þetta svona áfram og bara já takk og við förum áfram í þess átt. Takk Þórunn. Ekki fleiri kveða sér hljóðs, þannig að ég ber bara þessa bókun upp til samþykktar. Já, Aldís, fyrir það. Já, ég get ekki látið þetta liggja, þetta datt inn í pólitíkina, að íbúalýðræði ekki einkamál Samfylkingarinnar og þarna það eru öll sveitarfélög, allir flokkar að hafa unnið að auknu íbúalýðræði. Og því ég held bara að samfélagið heild sinni sé sammála því að það sé það sem við viljum og við höfum til dæmis við stundum mjög opna stjórnsýslu hér og fólk og íbúar hafa mjög greiðan aðgang að bæði stjórnsýslunni og bæjarfulltrúanum og við höfum haldið fjölda fundum ýmis konar mál en það eru fáir sem hafa verið jafn fjölsóttir eins og þess aftur á móti. Það er bara að minna á fundina sem að menningar, íþrótta og frístundanefndin hélt hátíðir í bæjarfélaginu sem var mjög skemmtilegur. Og ég meina, við höfum svo fjölmörg dæmi íbúalýðræði sem að D-listinn hefur staðið fyrir með miklum sóma. Þú ert búin að kveiki í nyrði, takk Aldís, Njörður Gjörsvel. Forseti, já ég vil nú minna bæjarfulltrúa bæjarmálafélags Hveragerðis að framboðið heitir Okkar Hveragerði. Nú, fyrirgefið Sjálfstæðisflokksins að þetta heitir Okkar Hveragerði. Og líka kannski minna á það að þetta var vissulega tillaga frá Okkar Hveragerði og það er allt í lagi að halda því til haga en það er reyndar alveg rétt að það hafa verið fundir áður varðandi íbúalýðræði en það er líka rétt að það var eitt af okkar aðalstefnumálum fyrir síðustu kosningar að auka það enda getur ekkert nema gott komið út úr því að hafa meira samráð og fá fleiri að borðinu. Og ég held að við höfum akkurat séð þarna á friðarstaðafundinum vegna þess að það var svo vel mætt á hann líka og vegna áhuga fólks á skipulagsmálum og áhuga íbúa á akkurat þessu svæði. Og ég held að verði alveg eins varðandi friðarstaðatúnið vegna þess að fólki er ekki alveg sama með það alveg svo með friðarstaði. Það er framstúðið reyndar, já. En takk fyrir þetta Njörður. Næst, já, bara þeir sem eru samþykkir þessari bókun, áður en einhverjum fleiri, það er samþykkt samhliða. Og þá er komið að lið 10, það eru reglur sérstakan íþrótt- og frístundastyrk vegna COVID-19 og þetta er nú í fleirtölu í textanum laða fram reglur Hveragerðisbæjar úthlutun sérstakra íþrótta- og tónlistarstyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum skólaárið 2020 til 2021. Aldís Gjörsvel. Já, forseti, bara örstutt út af þessum reglum að það eru þetta tilkomnar bara til þess að einfalda fyrirkomulagið og þannig að það sé alveg skýrt gagnvart þeim sem að sækja hvernig ferillinn er. Þetta er í rauninni bæði reglur og kannski örlítið svona leiðbeiningatengt líka. Þið sjáu það, einhver myndi segja að þetta væru skrýtnar reglur þegar það er svo mikið leiðbeiningum í þeim, en bæjarstjóri ákvað að gera þetta svona bara til að einfalda hlutina. Og ég ætla bara að segja ykkur það líka að þetta virkar mjög vel. Þetta var mjög þungt í fæðingu, þessar tengingar við skattina inn í Ísland.is og síðan við kerfi sveitarfélagana. Þannig að auðvitað hefðum við viljað að þessar umsóknir hefði getað átt sér stað mikið fyrr, en betur nú seint en aldrei, þannig að þetta er núna og umsóknir eru farnar að koma og kerfið bara virkar. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt stafrænt verkefni og það sem kom mér kannski óvart var það að miðað við peningana sem Hveragerðisbær fær úthlutað, þá virðist vera sem hér 700 börn sem falla undir þessar reglur.
En auðvitað þarf maður að muna líka að það er náttúrulega þetta á við heimili, þannig að hér eru einstæða foreldra að ræða líka sem að eykur auðvitað fjölda barna. En þetta bara mjög jákvætt verkefni og ríkisstjórnin á hrós skilið fyrir þetta og ég held að fólki sé mjög þakklátt sem að fá núna þessa fjármuni. Takk Aldís. Friðrik Gjörnsson. Já, forseti, ég bara fagnaði að þetta sé loksins komið af stað, eins og Aldís nefnir og tók þetta sinn tíma. Þetta verið gott að fá þetta inn fyrir haustið þegar krakkarnir byrjuðu að æfa íþróttir. En það kannski svona bara smáatriði, það vantar í 3. grein, það vantar S í Ísland.is og svo einhvers staðar svona í síðustu málsgreinu í 3. greinu þá eitthvað skástrik þarna eftir og eða skástrik, kannski svona smá lagfæringar sem þarf bara að gera. Annars og bara, eða námskeiðshaldara þarna, já. Annars bara fagnaði þessu. Takk Friðrik. Jóhanna Gjörnsson. Já, takk forseti. Mér langar líka að fagna þessu útspili ríkisstjórnarinnar að grípa þennan hóp og mér finnst líka bara frábært að þetta sé gert á þennan máta með þessum stafrænu eða rafræna hætti og bara ég held að þetta sé akkurat það sem kom eitthvað við og mér heyrist það nú vera á ykkur svona í bæjarstjórn að við aukum akkurat þá möguleika að reyna að gera allt eins rafrænt og við getum, allar svona umsóknir og því líkt. Takk. Ég held nú að Ísland hafi tekið alveg og kannski allur heimurinn bara mörg skref í þá átt á þessu árið þrátt fyrir allt. Bryndís gjörðu svo vel. Takk Jóhanna. Já, takk fyrir það, forseti. Ein spurning sambandi við þetta. Já, ég ætla að byrja að segja að ég fagna þessu líka, mér finnst þetta bara mjög jákvætt. Fólk sem að fellir undir þetta, er þetta auglýst einhvers staðar eða hvernig veit fólk að þessu? Takk Bryndís. Að taka Njörð fyrst og svo kannski svarar Aldís Njörður Gjörnsson. Já. Já, forseti, það er ekki rétt að við fögnum þessu öll, en mér langar bara að heyra í bæjarstjóra vegna þess að útfærslan virðist vera svo að hvert sveitarfélag setur sér reglur þetta og það segir neðst í reglunum að reglunum sé unnar eftir leiðbeiningum frá sambandinu, ekki satt? Eða hvað? Ef ég maður rétt, ég las þetta, já. Og ég bara velti fyrir mig hvort það sé eitthvað frábrugðnar reglunar á milli sveitarfélaga eða er þetta bara eins? Það sem bara kemur svolítið óvart að hvert sveitarfélag þurfa að setja sér sérstakar reglur þetta. Það kemur ekki bara miðlægt inn. Þetta bara tæknileg spurning í raun og veru. Takk Njörður. Aldís Gjörnsson. Já, ef ég byrja á spurningunum Bryndísar varðandi auglýsinguna, þá þetta auglýst bara hreinlega af ríkisstjórninni. Það heilmikil auglýsingaherferð í gangi til dæmis á netinu, það var búin til sérstök vídeó. Ekki þar fyrir ég hef ekki séð þessu auglýsingar en okkur sagt að það sé þannig og svo erum við þá með þetta líka en þetta byrjaði þetta bara á miðvikudaginn í síðustu viku. Þannig að þá opnaði gáttin, þannig að þetta er ekki svona almennilega kannski komið að stað en leið og við erum þá búin að samþykkja þessar reglur þá gerum við frétt á heimasíðuna og dundrum þessu bara í lofti hér hjá okkur sérstaklega til að vekja athygli á þessu en varðandi reglurnar, veistu, ég eiginlega alveg sammála þér. Enda mér fannst lengi vel eins og við ættum ekki að gera neina reglur. En þegar ég sá að öll sveitarfélög voru farin að dúndra í reglur, þá gátum við nú ekki setið ein eftir. Þannig að ég tók þennan grunn sem að félagsmálaráðuneytið bjóð til og svo sett ég inn í hann svona þessar leiðbeiningar sem ég plokka annars það af hvernig þetta sækjum og svona. Þannig að þetta eru svona regluleiðbeiningar. Og inn í reglunum sem öðruvísi hjá okkur, þá náttúrulega stuði eins og ég segi bara netfangið og heitið á sveitarfélaginu og eitthvað þannig. Því að annað, þetta eru þetta miðlaglaust. En sum sveitarfélög eru kannski með eitthvað annan feril ef umsóknin hafnað, eða þú vilt frekari upplýsingar eða eitthvað þannig. Og hvern nú átt að tala við til dæmis förum með þetta gegnum félagsþjónustunni, svo flestir gerir það. Sum sveitarfélög kannski ekki með félagsþjónustu.
Þannig að þau þurfa þá að búa til einhvern annan feril varðandi það. Þetta snerist fyrst og fremst við svona þennan endaferil. En eitt svona því að mér finnst það svo gaman að því að Frikki með svo flottan bakgrunn, það svona ganga alltaf í Björg þegar hann hverfur inn í Reykjafellið. En við erum bara svo lánsöm hér bæjarstjórninni Hveragerði að við sem sagt eigum fulltrúi Sunnlendinga í stafrænu ráði Íslands bara Frikki og þau að vinna rosa fína vinnu held ég og það væri kannski pínu skemmtilegt ef þú segður okkur örstutt frá því að því við erum nú búin að þróa þessu umræðu út í stafrænar umsóknir. Já, takk Aldís. Friðrik, Já, forseti. Já, rétt. Við erum núna búin að funda held ég 5 eða 6 sinnum í þessu stafræna ráði Íslands sem var sambandi sett á fót og fyrstu fundina fóru aðalega út í það svona að móta hvaða tillögur við ætluðum að leggja til að það væri farið í. Ég held að ég hef nú einhvern tímann nefnt þetta við ykkur að þetta virtist ætla að vera svolítið stjórnað á ráðuneytunum eða hvort að ég hef nefnt það á SARS-fundinum. Að ráðuneytin ætluðu svolítið virtist vera að ráða því út í hvaða tillögur við fóru og höfnuðu allan að 1 eða 2 sem sagt. En við enduðum á því að samþykkja sérstaklega eftir þrýsting frá mér að fara út í það að hanna kerfi sem heldur þá utan fjárhagslega aðstoð eða sem fjárhagslega svona umsóknir fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum. En það allan upphaflega átti þá að fara í vinnu við að hanna kerfi til að úthluta félagslegu húsnæðum. En allan fannst mér og svo heyrði ég bara frá öðrum sveitarfélögum út á landinu og það bara myndi ekki henta neinum nema Reykjavíkurborg í rauninni að vera með þannig kerfi. Og ég benti líka á það að við erum að sigla inn í svona ákveðið hrun og mikið atvinnuleysi þannig að fólk væntanlega mikið að fara að sækja þessar félagslegu bætur á næstunni og þannig að það var sett sem forgangsatriði og núna bara vinnan hafin í því ásamt Ísland.is að vinna þessu og þarna mun síðan með þessari vinnu munum tengjast inn til ríkisskattstjóra og allra þessara stofnana sem þarf að sækja gögn þannig að fólk þarf ekki lengur að hlaupa á milli stofnana til þess að senda tölvupósta, símtöl og allt þetta til þess að sækja öll þessi gögn. Það bara fer inn á Ísland.is og sækir þetta allt þar sem svona eiginlega grunnurinn í þessu og þegar við erum komin með þessar tengingar þá einfaldar það líka í rauninni vinnuna við að búa til umsóknarkerfi félagslegt húsnæði og svo framvegis. Þannig að leið við erum komin með þessar tengingar þá getum við farið að gera miklu meira Þannig að já, þetta mjög skemmtilegt og spennandi verkefni og gaman að fá að taka það. Takk fyrir það. Kynnast svona hvað að gerast í öðrum sveitarfélögum í kringum landið. Takk. Aldís Gjörsvöld. Já, takk fyrir þetta. Ég held við séum með mjög góðan mann Sunnlendinga þarna og ég veit að það kemur svona í þitt hlutverk að halda Sunnlendingum upplýstum gang mála og ég vonast auðvitað til þess að við hér í Hveragerði fáum að vera svona, fá kannski aðeins meira þannig að það spurning hvort að við einhvern tímann á bæjarráðsfundi fáum að heyra frá því það sem þið eruð að gera. En það líka bara þannig að það sé sagt sambandið að leggja gríðarlega áherslu á þetta og á síðasta stjórnarfundi þá vorum við einmitt að ræða það að ráða inn 3 nýja starfsmenn sem væri þá bara á þessu sviði til þess að ýta þessu áfram því að þetta gerist ekki af sjálfu sér held ég með milli 20 og 30 manns í stafræna teyminu sínu og eru að setja, ég man ekki hvað mér var sagt, 2-3 milljarða í verkefnið En þeir vilja ekki vera með öðru sveitarfélögum, ekki í svona þeir konsepti sem verið að leggja upp með, en þeir eru til í að vinna að starfsmennirnir þeirra vinni með einhverjum hætti með stafræna ráðinu hjá okkur. Takk Aldís. Friðrik Gjörsvöld. Já, það svo sem bara nefna þetta og þetta Aldís var að tala starfsmennum sem var ráðnir að þetta var einmitt lagt fyrir á stjórnarfundi sambandsins þarna fyrir helgi og það verið að leggja til að sveitarfélögin þá sitji einhverja peninga inn í þetta og þetta verður þá einhver krónutala per íbúa ásamt einhverju fastri upphæð þannig að mér sýnir svona Hveragerðisbær myndi þurfa að greiða 300-400 krónur með þessar tillögur sem eru komnar fram. Það náttúrulega bara grín með það kostnað sem við þyrstum annars að leggja út í við að fara í þessa vegferð
Og það svona svolítið punkturinn sem við erum að nota til þess að kynna þetta fyrir öðrum sveitafélögum að þessi upphæð náttúrulega bara einmitt grín, sko. En já, þetta verður mjög spennandi. Maður bara örfið ljúka þessu að þarna, sko, það var einmitt lendingin á stjórnarfundunum að senda þetta aftur heim í hérað, þannig að stafrænu fulltrúarnir á hverju svæði það að boða til fundar með sveitarstjórnarmönnum til þess að kynna þetta verkefni og fá alla til að taka þátt. Þannig að Frikki heilmikil vinna í þessu. Takk fyrir þetta. En hérna aftur að reglunum okkar. Íþrótt- og frístundastyrki, þeir sem eru samþykkið þeim, réttubönd, samþykkt samhljóða. Þá það næstliður 11 sem við bættum við áðan, það opnun tilboða eða verkkönnunar í verki Tæknirými Hamarshöll og þau voru semst opnuð í morgun og það bárust 3 tilboð og lægsta tilboð frá trésmiðju Sæmundar eftir 1.351.102, síðan frá Arnar Ingi Ingólfsson 6.849.500 og Hlynur Kárason 7 milljónir. Voruð þið laust þetta? Njörður. Ég sé að þarna Hlynur frendi að bjóða í og þá spurning hvort að ég sé ekki rétt að ég víki alveg varðandi þessa ákvörðun. Já, þú metur það. Já, er það ekki bara best? Já. Hann reyndar með hæsta tilboðið en ég Það kannski að, já, skráða að þú víkir en í grunninn þarftu þess ekki að því að, sko, ef það væri eitthvað vafi gildi hinna og hann kæmi mögulegt til greina, já, ég veit, þá mætti kannski ræða það en ég hugsa, þú ert ekki strangt tekið vanhæfur en kannski allt í lagi. Hann bara skráða þannig. Hann sem sagt frendi minn svo líka í okkar Hveragerði, sko, að auki, þannig að það ýmsar tengingar. Þú víkur, það liði betur með það. Já, ég bara sit hérna hjá bara, eða ekki, ég þarf ekki að fara neitt það. Herðu, já, orðið laust þessi tilboð áfram. Það kannski örstutt út af þessu að þarna, það auðvitað ástæði fyrir því að við tökum þetta inn með afbrigðum að því það verið að reyna að flýta þessu alveg svo kostur til að nýta fjárveitinguna 2020 og líka bara til þess að reyna að koma þessu húsu upp eins hratt og örugglega eins og hægt Þannig að það styttist líka í að það verði óskað verðtilboða í smíðun á grindinni og uppsetningun á húsinu. Þannig að þetta allt að gerast. Já, besta mál. Vonandi lendum ekki inn í mjög vondu veðri þrátt fyrir allt í þessu. En hérna tillagan sem sagt sú að við semjum við lægstbjóðanda trésmiðju Sæmundar. Þeir sem eru samþykkir því. Það samþykkt samhljóða af þeim sem eru á fundinum, Njörður Víkur, Vík. Þá það afgreitt og Njörður tekur aftur sætt á fundinum. Þá komið að lið 12, það gjaldskrá sorphirðu og sorpurðunar 2021 og þetta fyrri umræða. Og hérna orðið laust hana. Þessi ljós, þannig að ég ber það upp að vísa þessu til síðari umræðu. Það samþykkt samhljóða. Það voru liðið 13, það gjaldskrá hundahalds 2021 og þetta líka fyrir umræða. Og orðið laust, Friðrik, gjörðu svo vel. Já, forseti. Ég ætla nú bara að fagna því að áratuga langri baráttu minni fyrir lækkun hundaleiguskjalda í Hveragerði sé loksins orðin að veruleika. En nei, þetta er nú svo sem bara grín. Samt alveg, en mjög ánægilegt. Já. En ég allavega búinn að held ég að tala þetta í hver einustu fjárhagsáætlun að gera síðan 2010 þegar ég kom inn í meirihlutann, eða inn í bæjarpólitíkina. Þannig að þetta er ekki orðum aukið, áratug. Nei, einmitt, áratuga. Já. Herðu, já, takk. Já, takk fyrir það. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að benda Friðrik á hann á eigi bandamann sem stífinu hlutan og þess vegna hefði það loksins gengið á hann. Já, þetta er bara gott mál. Takk Jóhanna, Aldís, gjörðu svo vel. Bara dropinn holar steinin, sko. Það er búið að tala þetta í mörg ár og það er alveg hárrétt. Þannig að hér þetta komið, þannig að þetta hefur lækkað
og svo líka þarna nýmæli í þessu, þannig að eigendur skráðra hunda greiða ekki handsömunargjald í 2 skipti á ári. Þannig að ef maður skráir hundi sinn þá er maður bara með fjárhagslega hagsmuni af því að borga árgjaldið og við vorum einmitt að tala í undirbúningsvinnunni að hækka handsömunargjaldið en það ennþá í gildi og það miklu hærra en með myndi. Og nú ég náttúrulega búin að gleyma því aftur, en við minnir þessi 15, 20 og 25.000. Að 15.000 í fyrsta skipti, svo 20 og 25. Þannig að það alveg drjúgur peningur, sko. En sjaldan beitt. Já. Takk fyrir þetta, Aldís. Enginn hefur kveðið sér hljóðsfrekar, þannig að ég verð það upp að vísa þessu til síðari umræðu, gjaldskrá hundahalds og þeir sem samþykkt samhliða. Þá það liður 14, það gjaldskrá kattahalds 2021 og þetta líka fyrri umræða. Orðalaust. Enginn kveðið sér hljóðs, þannig að ég ber það upp til samþykktar að vísa því til seinni umræðu. Það samþykkt samhliða. Þá það gjaldskrá liður 15, það gjaldskrá vaskgjalds 2021 og þetta fyrri umræða. Og þeir sem orðalaust. Enginn kveðið sér hljóðs, þannig að ég ber þetta upp til samþykktar að vísa þess til síðar umræðu. Það samþykkt samhljóða. Takk þetta út. Og þá það gjaldskrá, liður 16 gjaldskrá fráveitu 2021 og það líka fyrri umræða, orðalaust þar. Enginn kveðið sér hljóðs, þannig að ég bið ykkur að samþykkja að vísa því til seinni umræðu. Það samþykkt samhljóða. Það liður 17, það útsvarsprósenta í Hveragerði árið 2021 og það sem sagt tillagan sú að bæjarstjórn samþykkja útsvarsprósenta Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 verði óbreytt eða 14,52%. Vantar R í Hveragerðisbæjar, Helga. Orðalaust þetta. Enginn kveðið sér hljóðs, þannig ég ber þetta upp til samþykktar. Það samþykkt samhljóða. Og þá komið að lið 18 sem fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2021 og það fyrri umræða. Ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið og hún ætlar að kynna þetta fyrir okkur. Aldís Kjölsvall. Já. Og hefst nú lesturinn, herra forseti. Gjörðu svo vel. Þið komið ykkur bara vel fyrir. En greinargerðin komin sem fylgigagn inn í fundagáttina og svo hún sett inn í þarna sem bókun inn í fundagerð. En hér sem sagt greinargerð með fjárhagsáætlun Hveragerðisbæjar 2021 og þessi greinargerð líka í rauninni, hvernig var þetta, partur af þeirri greinargerð sem við gerum síðan bæjarstjóri og skrifstofustjóri fyrir seinni umræðu þar sem við gerum grein fyrir einstökum deildum og þróun kostnaðar í mjög löngum málu á mörgum blaðsíðum. En allavega, óvissa hvað varðar rekstrarlegt umhverfi landsins og reyndar heimsbyggðarinnar allrar hefur aldrei verið meiri en nú. Kórónuveirufaraldurinn hefur lamað stóran hluta atvinnulífs víða veröld sem og á Íslandi og hafa sveitarfélög hér á landi ekki farið varhluta af því. Forsendur sem gefnar voru við fjárhagsáætlanagerð ársins 2020 hafa flestar brostið og fjárhagsleg óvissa næstu missera mikil. Miklar vonir eru bundnar við að bóluefni gjörbreytir stöðunni og fyllsta ástæða til að telja að svo geti orðið. Þar til það verður að veruleika samt rétt að gera ráð fyrir því að kórónu... Dast út. Ég dottur út? Heyrist það ekki? Heyrist þetta mjög lítið? Já, það lækkar rosalega mikið. Ég held að greinargerðin sé bara löng. Þetta er merkjum það. Sko, eina góða við það þegar ég dett svona út,
er það að ég blóta nú alveg eins og versti sjóari dagstaglega og þegar þetta gerist þá alveg verður það svona í veldisvexti. Það heyrist ekki. Það var eins gott á dóttin út. Já, ég segi það. Miklar vonir eru bundnar við að bóluefni gjörbreyti stöðunni og fyllsta ástæða til að telja svo ekki orðið. Þar til það verður að veruleika samt rétt að gera ráð fyrir því að kórónuveirufaraldurinn muni hafa viðvarandi og mikil áhrif hér á landi og þar með einnig í okkar sveitarfélagi. Hér í Hveragerði þó staðan sú að atvinnuleysi undir landsmeðaltali og útsvarstekjur sveitarfélagsins hafa skilað sér nokkuð vel miðað við fjárhagsáætlun. Aftur á móti hafa boðaðar skerðingar á framlögum jöfnunarsjóðs sem nemur tugum milljóna mikil áhrif á reksturinn og við því þarf að bregðast. Við gerð fjárhagsáætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 er tekið tillit til afleiðinga faraldursins og fyllstu hagræðingar gætt án þess þó að komi til þjónustuskerðingar eða uppsagna starfsfólks. Við áætlunargerðina er tekið mið af yfirlýsingu Sambands íslenskra sveitarfélaga í tengslum við lífskjarasamningana þar sem óskað var eftir því að gjaldskrárhækkunum sveitarfélaga yrði stillt í hóf og þær færu ekki umfram verðlagsþróun. Ljóst er að mikil eftirspurn eftir búsetu í Hveragerðisbæ en þrátt fyrir það er það meðvituð stefna bæjarstjórnar að uppbygging nýrra hverfa sem með þeim hætti að lóðum er úthlutað í hæfilegu magni með það að markmiði að ávallt haldist í hendur framúrskarandi þjónusta og fjölgun íbúa. Jafnframt hefur stefna bæjarstjórnar miðað að því að uppbygging íbúðarhúsnæðis sé bæði fjölbreytt og falleg og haldist í hendur við yfirlýsta stefnu að staðarandi Hveragerðisbæjar haldist áfram jafn góður og verið hefur. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 er tekið mið af útkomuspá ársins 2020. Íbúafjölgun í Hveragerði stöðug og eru íbúar nú 2763. Hefur íbúum fjölgað 64 eða 2,3% á árinu. Uppbygging Kambalands er mun hraðar en bjartsýnustu menn þorðu að vona og augljóst að kaup Hveragerðisbæjar á því landi voru skynsamleg ráðstöfun. Víða er einnig verið að byggja í eldri bæjarhlutum en möguleikar til þéttingar byggðar í Hveragerði eru víða miklir. Með þeim lóðum sem þegar hefur úthlutað, lóðum sem fyrirhugað er að úthluta 2021, Hlíðarhaga og þeirri uppbyggingu sem í gangi er á Edenreitnum eru íbúðir í byggingu eða á teikniborðinu í bæjarfélaginu 250 alls. Er þar að ræða 25% fjölgun íbúðar sem mögulega gætu hýst 600 nýja íbúa. Ljóst er því að hugsa það til framtíðar og búa bæjarfélagið undir þá íbúafjölgun sem í vændum er. Fasteignaverð hefur hækkað skarpt í Hveragerði að undanförnu sem óhjákvæmilega hefur leitt til þess að fasteignamat í bæjarfélaginu hefur hækkað ár frá ári. Bæjarstjórn hefur árlega stillt álagningarprósentu þannig af að hækkunum fasteignagjalda er stillt í hóf þannig að hækkun hefur ekki verið umfram verðlagsþróun að meðaltali. Nú er gert enn betur en áður og séð til þess að fasteignagjöld hækki að meðaltali ekki umfram 2,5% meðan að verðlagsþróun undangengina 12 mánaða er 3,5%. Er því raun lækkun fasteignagjalda í bæjarfélaginu að ræða. Með þessu móti er séð til þess að íbúar Hveragerðisbæjar þurfa ekki að greiða gjöld í samræmi við sífellda verðmæta aukningu eigna þeirra. Helstu forsendur fjárhagsáætlunar Hveragerðisbæjar fyrir árið 2021 eru óbreytt útsvarsprósenta eða 14,52%. Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki lækkar úr 0,43% í 0,41%. Álagningarprósentur á vatnsgjald, holræsagjald og lóðarleigu í A-flokknum breytast ekki milli ára. Aukavatnsgjald hækkar úr 13 krónur per rúmmetra og verður 13,5 per rúmmetra. Sorphirðugjöldin lækka 9% og verða 14.000. Gjöld vegna sorpurðunar breytast ekki milli ára. Gert er ráð fyrir að framlög jöfnunarsjóðs lækki frá áætlaðri niðurstöðu ársins 2020 og byggir áætlun ársins 2021 á rauntölum ársins 2020 og spám jöfnunarsjóðs. Bæjarstjórn hefur undanfarin ár miðað hækkun gjaldskráa við verðlagsþróun síðastliðins árs en ekki við verðbólguspá komandi árs. Með þessu móti telur bæjarstjórn sig vinna með rauntölur sem hlýtur að vera eðlilegra en að hækka gjaldskráar á undan verðbólgunni en slíkt eykur verðbólguþrýsting. Verðlagsþróun síðastliðna 12 mánuði er 3,5% og því hækka flest þjónustugjöld það. Í öllum tilfellum er hagur bæjarbúa hafður að leiðarljósi og hækkunum stillt í hóf eins og mögulegt er. Fjárhagsáætlanir einstakra deilda unnar í góðri samvinnu við forstöðumenn stofnana og ber að þakka þann góða vilja og jákvæðni
sem starfsmenn hafa sýnt við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Ætlast er til að forstöðumenn sýni eins og ávallt ítrustu hagkvæmni bæði í innkaupum og í starfsmannahaldi. Stærsta einstaka fjárfesting ársins 2021 er framhald byggingar 6 nýrra kennslustofa við grunnskólann í Hveragerði. Framkvæmdum mun ljúka fyrir byrjun skólastarfs haustið 2021. Er að ræða viðbyggingu til norðurs með tilheyrandi lóðafrágangi í og við lystigarðinn Fossflöt. Á árinu 2021 er gert ráð fyrir að uppbygging haldi áfram í Kambalandi og væntanlega verður hægt að úthluta lóðum fyrir 20 einbýlishús á árinu, auk þess sem Bjarg íbúðafélag hyggur á byggingu 10 leiguíbúða og einkaaðilar munu hefjast handa við byggingu fjölbýlishúsa í hverfinu. Gert er ráð fyrir framhaldi og endurbótum á Sundlaugarhúsinu í Laugaskarði og fjármunir setti til viðhalds búningsklefa. Framkvæmdir þar hófust á haustmánuðum 2020 og halda áfram inn í árið 2021, þannig að þá verði lokið endurbótum á búningsklefunum auk endurnýjunar og göngubrú við inngang. Á árinu 2021 standa vonir til að framkvæmdir hefjist við nýtt hjúkrunarheimili við Hverahlíð og mun Hveragerðisbær taka þátt í þeirri framkvæmd með 15% framlagi. Með þeirri framkvæmd mun enginn framar þurfa að deila herbergi með öðrum og jafnframt bætast við 4 ný rými. Gert er ráð fyrir að lokið verði við byggingu húss yfir vélbúnað Hamarshallarinnar en ekki tókst að klára þá framkvæmd á árið 2020. Þá er einnig gert ráð fyrir lagfæringum á eldri götum, gangstígum og gangstéttum, merkingum og öðru slíku. Þó nokkru fjármunir setti til viðhalds mannvirkja en aðrar fjárfestingar eru smærri. Svo er hér yfir helstu rekstratölur. Heildartekjur A og B-hluta nema 3,3 milljörðum árið 2021. Skatttekjur rúmir 2 milljarðar, jöfnunarsjóður 527 milljónir og aðrar tekjur samstæðunar 777. Gjöld og reiknaðar afskriftir eru 3,1 milljarðar og niðurstaða samstæðu án fjármagnsliða því jákvæðum 187 milljónir sem 5,6% af tekjum. EBITDA er 301 milljón. Fjármagnsliður eru áætlaðir 185 milljónir og er rekstraniðurstaða samstæðu því jákvæðum 1,5 milljónir króna. Það eru ekki mikið en það er þó jákvætt. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu hefur ríkisstjórnin samþykkt að ákvæði í lögum varðandi skuldahlutfall og jafnvægisreglu séu felld út allt til ársins 2025. En þrátt fyrir það gætir bæjarstjórn að því að skuldir bæjarfélagsins fari ekki yfir 150% af tekjum og verður það staðreynd á tímabilinu. Aðeins skuldir, afborganir langtímalána verða tæplega 235 milljónir og tekin ný lán munu nema 400 milljónum króna á árinu 2021. Í lok árs 2021 verða skuldir og skuldbindingar samstæðunar 4,5 milljarðar króna. Þar af er lífeyrisskuldbinding sveitarsjóðs 657 og skuldbindingar vegna leigugreiðslna 250 milljónir. Skuldir og skuldbindingar bæjarins munu því verða 137% af árstekjum í lok árs 2021. Samkvæmt fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Sé það gert myndi skuldahlutfalli batna enn frekar og verða 110%. Er skuldastaða Hveragerðisbæjar því vel undir skuldaþakinu sem lögfest hefur verið í sveitarstjórnarlögum. Eins og undanfarin ár var fjárhagsáætlun ársins 2021 unnin sameiginlega af öllum bæjarfulltrúum og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur er skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Takk Ásdís, þetta er ekki smá lestur. En þetta var náttúrulega allir unnið saman, þannig að kannski ekki mikið sem þið viljið tjá okkur eða orðið er laust samt. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég tek bara undir þakkirnar frá Aldísi. Gott og gjöfult samstarf í þessu. En þá bara legg ég til að við vísum þessu til síðari umræðu. Það verður í desember samþykkt samhljóða. Og þá er komið að lið 19 sem er 3 ára fjárhagsáætlun 2022-2024 og þetta er líka fyrri umræða. Og ég ætla að gefa bæjarstjóra orðið aftur. Hefn og lesturinn, gjörðu svo vel. Forseti, hér er þá komið greinargerð með 3 ára áætlun Hveragerðisbæjar sem gildi fyrir árin 2022 til 2024. Markmið við gerð hennar eru eftirfarandi.
og það eru að fjárfestingar haldast miklar næstu árin og það nauðsynlegt vegna væntrar íbúðafjölgunar. Skuldahlutfallið haldist innan þeirra marka sem gefin eru þrátt fyrir framkvæmdir á tímabilinu og að samanlögð rekstrarniðurstaða samstæðu A og B-hluta verði jákvæð. Svo verðum við að vona að koronaveiran gera okkur ekki skrávefi hvað þetta varðar. Í áætluninni gert ráð fyrir hóflegri hækkun skatttekna næstu árin. Hækkun vísitölu verði 2,5% á ári á tímabilinu. Íbúafjölgun verði 3,5% og íbúar verði í kringum 3.100 í lok árs 2024. Tekjur á útsvari hækkun 6,5% öll árin, að fasteignagjöldum 5,5%, framlögur í jöfnunarsjóði 6,5% og aðrar tekjur hækkun 2,5% á ári. Laun hækkun 3%, annar kostnaðar hækkun 2,5%. Lántökur á tímabilinu taka mið af þeim fjárfestingum sem fyrirsjáanlegar eru miðað við núverandi forsendur. Haustið 2021 mun ljúka byggingu viðbyggingar við grunnskólann sem hýsa mun 6 kennslustofur. Með tilkomu þeirra verða kennsluaðstæður með allt öðrum og betri hætti en áður hefur verið. Fjölgun íbúa kallar á enn frekari uppbygging í þágu barna og gert er ráð fyrir að það þurfa að bæta aðstöðu leikskólabarna og fjölga leikskólaplássum. Gert er ráð fyrir framlagi Hveragerðisbæjar til uppbyggingar nýrrar byggingar við núverandi hjúkrunarheimili en ríkisstjórnin hefur þegar samþykkt að ráðast í þá framkvæmd með það að markmiði að útrýma tvíbýlum á hjúkrunarheimilinu. Einnig er gert ráð fyrir umtalsverðri gatnagerð á tímabilinu. Vegna fjölgunar íbúa mun reynast nauðsynlegt að fara í viðbætur við fráveitumannvirkið og er gert ráð fyrir þeim á tímabilinu auk þess sem aðeins orðhengilsháttur hjá mér, auk þess sem á tímabilinu mun gámasvæði vera flutt á framtíðarstað við Vorsabæ. Helstu fjárfestingar munu verða eftirfarandi. Árinu 22 götur og göngustígar 225 milljónir, gatnagerðar tekjur 220. Við gerum ráð fyrir að kostnaður við bílaplan og stíga við Árhólma nettist út vegna tekna sem komast að bílaplani. Sundlaug og bílaplan eða umhverfi 60 milljónir, grunnskóla og leikskóla 43, framlag til hjúkrunarheimili 70, bílar og tæki 20 milljónir, flutningur á gámasvæði 15, fráveitumannvirki 30, vatnsveituframkvæmdir 10 og aðra fjárfestingar 30. Þannig að alls eru fjárfestingar 2020 273 milljónir. 22. Já, fyrirgefið. Árið 2023 götur og göngustígar 210, tekjurnar 200, bílaplan og stígar netta sig út á móti tekjum 35 milljónir, bílaplan við Hamarshöll 35, sundlaug, bílaplan og umhverfi 20 milljónir, grunnskóli, leikskóli 215, framlag til hjúkrunarheimilis 10 milljónir, flutningur á gámasvæði 70, fráveitumannvirki 30, vatnsveituframkvæmd 15 og aðra fjárfestingar 30, þannig að árið 2023 verða fjárfestingar alls 445. Á árinu 2024 höldum við áfram í gatnagerð, götur og göngustígar 215, tekjur á móti 200. Sama tala í bílaplani, þar gerum við einfaldlega ráð fyrir að það standi undir tekjur fari í fjárfestingu. Bílaplan við Hamarshöll 20, sundlaug og umhverfi 5, grunnskóli, leikskóli, einhvers konar framkvæmdir í þágu barna 215, bílar og tæki 5, flutningur á gámasvæði 30, fráveita og vatnsveita 40 samtals og aðra fjárfestingar 30, þannig alls er fjárfestingi þarna 360. Rétt er að ítreka að fjárfestingaáætlun er endurskoðuð við fjárhagsáætlanagerð hvers árs í ljósi þess efnahagslega umhverfi sem ríkir á hverjum tíma. Markmið bæjarstjórnar að skuldir samstæðu verði undir skuldaþakinu mun standast á tímabilinu og ekki er útlit fyrir að það muni breytast þrátt fyrir nýjar fjárfestingar í samræmi við 3 ára áætlun. Skuldir samstæðu muni þróast með eftirfarandi hætti að teknu tilliti til þess að samkvæmt fjármálareglum sveitarfélaga er heimilt að draga frá skuldum skuldbindingu vegna lífeyris sem fellur til eftir 15 ár og síðar. Í sviga má sjá skuldahlutfallið án þess að heimildin sé nýtt. 2021 er sem sagt skuldahlutfallið 110, 2022 107%, 2023 105 og 2024 komið niður fyrir 198,5. Á þessu tímabili munu afborganir lána nema 825 milljónum en á sama tímabili verða tekin ný langtímalán að upphæð 740 milljónum eins og áður er getið. Þrátt fyrir óvissum framtíðina vegna kórónuveirufaraldurs þá er full ástæða til að vera bjartsýn fyrir hönd Hveragerðisbæjar. Enda sýnir íbúafjölgun og fjöldi íbúða í byggingu að bæjarfélagið á sér bjarta framtíð.
Allir bæjarfulltrúar hafa unnið fjárhagsáætlun bæjarins sameiginlega á undanförnum árum og það vilji þeirra að búið sé þannig hnúta að í bæjarfélaginu sé veitt framúrskarandi þjónusta og að hlúð sé að því sem skiptir umhverfinu. Ýmsar framkvæmdir eru framkvæmdar sem allar eru þess eðlis að bæta umhverfi og lífsgæði bæjarbúa. Það er því jákvætt að bæði ungir sem þeir sem eldri eru sjá framtíð sína og fjölskyldur sinnar vel borgið hér í Hveragerði. Með fjölgun íbúa og auknum tekjum mun skapast svigrúm til að íbúar fá notið, bætts rekstrar og meiri þjónustu þar sem þess er nokkur kostur. Eins og undanfarin ár var 3 ára áætlun áranna 2022 til 2024 unnin sameiginlega af öllum bæjarfulltrúum og var samstarfið afar ánægjulegt. Fyrir það ber að þakka. Ennfremur skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum þakkað framúrskarandi gott samstarf við gerð áætlunarinnar. Takk Aldís. Orðið er laust 3 ára áætlun. Engin hvað þessi hljós, þannig að þetta er bara ekki góð að heyra má. Þannig að ég bara ber það upp að vísa þessi til síðar umræðu. Og það er samþykkt samhljóða og þar með er upptöku af fundinum lokið og skrifstofustjóri mun fara yfir fundargerð. Takk fyrir þeim sem hlustuðu.